Kristjana, þetta byrjaði fjörugt hérna í kvöld en svona í öðrum leikluta það var eins og að Njarðvík hafi einhvern veginn bara séð við ykkur og stungu af. Þið komust aldrei aftur inn í leikinni þannig okkur? Nei, eftir að þeir tóku þarna rönn í öðrum leikluta þá áttum við rosalega erfitt uppdráttar, grófum okkur óstóra hólu og það er bara erfitt að koma tilbaka. Hérna voru tvö svona svolítið stór og mikilvæg stig á ferðinni. Hvernig meturðu möguleika Fjölnis svona á framhaldinu? Það eru margir kannski búin að læsa 4 lið í einhverja toppbaráttu. Hvernig horfum við Fjölni næstu umferðir? Og við spilum náttúrulega 4 umferðir og við erum ennþá bara, við erum ekki einu hálflega með umferð 2. Þannig að þú veist, ég ætla ekki að segja að við erum ekki alveg inn í úrslitakeppni. Við náttúrulega stefnum á úrslitakeppnina en það er orðið andskoti erfitt núna samt. Varðandi þetta Fjölnislið, nú er það búið að tapa 2 leikjum á móti Njarðvík á tímabilinu. En hvernig sjáu þið svona í raun og veru restina af deildinni? Hvernig meturðu möguleika Fjölnis svona kannski lið per lið? Sko, við erum náttúrulega bara í söpudildinni eins og öll önnur lið og við erum með budget eins og öll önnur lið þannig að við eigum alveg að vera upp þar. Við þurfum bara að hífa upp með okkur buxurnar og spila af krafti alla leikinn alltaf. Kristjana, við tókum eftir að kvöld var kominn aðstofamaður á bekkinn. Hvernig gengur það samstarf með föðinum? Herðu, það gengur bara mjög vel. Við erum vön að vinna saman, reyndar í öfugum hlutverkum en það er nýtt fyrir mig að hafa hann á bekknum og nýtt fyrir hann að þurfa að sitja en það gengur mjög vel. Hvaða væntingar gerir þú til landsleikjaliðsins fyrir Fjölnisliðið? Við ætlum bara að nýta þetta hér til þess að pakka okkur saman, skoða hvað við þurfum að bæta og bara áfram gakk, áfram í næsta leik. Áfram gakk, takk fyrir spjallið, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk fyrir.